Ferðamáladeild Háskólans á Hólum hefur verið starfrækt í 20 ár og boðið upp á háskólanámi í ferðamálafræði og viðburðastjórnun með það að markmiði að undirbúa nemendur fyrir fjölbreytt störf og til þess að taka virkan þátt í þróun þessarar mikilvægu atvinnugreinar. Haustið 1996 innrituðust 6 nemendur í deildina en nú 20 árum seinna voru skráðir nemendur 130 auk gesta og skiptinema frá öðrum skólum. Ferðaþjónusta er að verða stærsta og orðin stærsta atvinnugrein á Íslandi og þetta er rauninni bara eftirspurn eftir menntun í greininni sem við verðum vör við hérna á deildinni. Og það varð við urðum vör við þessa fjölgun í námi eða þessa auknu eftirspurn í námi svona upp á hruni, efnahagshruninu. Og síðan hefur það jókst í nokkur ár og síðan hefur þetta verið svona í ákveðnu jafnvægi núna, fjöldi innritaðra nemenda síðustu árin. Anniðu eftirspurninni? Já, við höfum getað tekið þá sem að hafa sóttu nám hérna inn til okkar. Hvað er það margir svona eins og til þess í haust? Í haust þá innrituðust í ferðamáladeildina milli 40 og 50 manns og við erum með á ferðamáladeild 4 námsleiðir. Við erum með 2 diplómanám sem er diplóma í ferðamálafræði sem er 1 árs nám og það er diplóma í viðburðastjórnun sem er líka 1 árs nám. Síðan bjóðum við upp á nám til B-gráðu í ferðamálafræði. Og síðan erum við með rannsóknartengt mastersnám sem er það 2 ára nám. Það hefur nú orðið breyting. Þið byrjið hér fyrir 20 árum og þá eru 6 nemendur sem eru hér á staðnum. Hvernig er staðan núna? Jú, það innrituðust og útskrifust þá vorið eftir 6 nemendur sem voru allt staðanemar hérna við deildina eða við skólan. Og fyrstu árin voru langt flestir í staðanámi en við buðum fljótlega upp á fjarnám vegna þess að við urðum vör við eftirspurn eftir því. Þannig að við erum í rauninni, má segja, búin að þróa þetta fjarnám okkar hérna í nánast 20 ár eða alveg frá upphafi. Þannig að inn í deildinni heilmikið þekking orðið til í tengslum við fjarkennslu. En í dag erum við með það bil 140 nemendur í deildinni. Og í öllum þessum námsleiðum, þar að segja í grunnnáminu, diplómanámið og B-námið, þá getum við kallað þetta hagnýtt nám og það er í öllum þessum námsleiðum starfsnám. Þannig að hugmyndin á bakvið það er í fyrsta lagi að tengja okkur við atvinnugreinina, þar að segja nemendur sem ekki eru það fyrir fari út og vinni við ferðaþjónustu áður en þeir útskrifast héðan. En hvað er mikilvægast að kenna fólki í þessari grein? Ég held að það sé mikilvægast að kenna því að takast á við aðstæður, að gera fólk sjálfstætt í starfi, að kenna því að tengja sín daglegu störf við fræði og kenna þeim að lesa rannsóknir sem gerðar hafa verið í greininni og svona læra það að nýta það í starfi. Getur maður kennt fólki þjónustu lund? Það er hægt að kenna fólki þjónustu eða hæfni í þjónustu. Rannsóknir deildarinnar snúa að fjölbreyttum viðfangsefnum ferðamálafræðanna, svo sem uppbygging og ímynd áfangastaða, vöruþróun og gæðamálum, upplifun ferðafólks og efnahagslegum áhrifum ferðaþjónustunnar. En þú ert nú með puttan á púlsinum í þessum bransa, við getum sagt svo. Hvað er svona heitast í dag í ferðaþjónustu og hvar sérðu helstu vaxta möguleikana innan greinarinnar? Það er okkar merki í ferðaþjónustu er náttúrulega náttúran og langflesti ferðamenn koma hingað vegna náttúru Íslands. Ég held að við höfum ótal tækifæri til að sækja á
á öðrum sviðum líka, eins og bara í menningu sem að við kannski sem hefur svolítið lent í skugganum en við gætum gert meira að nýta menningu sem aðdráttarafl og eins matinn, íslenska mat. Þannig að það eru svona ýmis svið sem við getum sótt á í sambandi við að draga ferðamenn hingað og þá ákveðna markhópa. En það sem hefur kannski breyst í þjónustunni við ferðamenn, þá er það að það er ekki eins mikil, það er þetta áhersla á grunnþjónustu, en það er meiri og meiri áhersla á að byggja eða búa til upplifun fyrir ferðamannin. Þannig að það er svolítið svona einstaklingsmiðað og svona upplifunarferðaþjónusta svolítið svona það heitasta í dag. Finnst þér eða hefur þú skoðun á því hvort að það eigi að vera fleiri gáttir inn í landið heldur en bara í Keflavík og þá Seyðisfirði? Já, ég held að það sé nú svona flestum ljóst sem að hafa verið eitthvað tengt ferðamálum í gegnum tíðina að það væri mjög æskilegt. Því að bara til að dreifa ferðamönnum í landið og minnka álagið þar sem að það er mest í dag. En að lokum, Laufey, helsti kosturinn fyrir þessi fræði að vera staðsett hér á Hólum í Hjaltadal? Við erum náttúrulega stödd á sögufrægum stað í mjög fallegri náttúru og ég kom því nú ekki að áðan en í fjarnámunni þá erum við með staðbundnar lotur á Hólum. Þar sem að nemendur okkar koma einu sinni í hverju námskeið til þess að eiga svona 1 til 3 daga í námskeiðunum og með kennurum og samnemendum og þá nýtum við umhverfið hér gríðarlega mikið til í kennsluna eins og til dæmis í útivistarnámskeiðin og menningarnámskeiðin og fleira slíkt.